Jó, Við erum í beinni. Já. Stóri páskaþátturinn. Stóri páskaþátturinn. Eru þið páskadrengir? Já, ég er mikill páskastrákur. Er það? Já. Þú ert svona páskagrísir. Já, ég er svona... Ég man eftir þess svona náttútum heim með mömmuðin og pappa að borða páskaegg upp úr skál. Sko, varst þú Nóa Sirius maður? Ég var meira svona bara keypti mitt eigið form og var að gera sjálfur sko. Nei, það. Og fyttaði það nammi. Nei, Sko, góa Já, heima hjá mér var þetta sko, þú kannst fengið minna Nóa Sirius egg einhvern veginn eða stærra lindu egg. Var þetta ekki það ykkur þannig eða? Það var svona einhver hagsýni. Ég man eftir að stóru risarnir í mínum uppvexti eru Nóa Sirius og Góa annars vegar. Og svo SS-pilsur og Góði hins vegar. Já. Góði er alltaf góður, þú getur á það treyst. Góði skapar góðu stundirnar. Og mér fannst sem barni SS-pilsur betri en ég væri til í að býta í nokkra góða núna. Já. Mér fannst Nóa Sirius alltaf vera premium eggið þegar ég var barn sko. En núna gæti Góa er með hendurnar á leiknum og Sko, þetta var alveg þannig maður gæti alveg sætt sig við allt þú veist, í þessari samkeppni en SS-pilsur og Góði fannst mér vera mesti munurinn bara SS var svo miklu betur. Þetta var samt sko svona þetta var eitthvað sem að beiti í sig sko. En byrju hvernig SS var slátur fyrir Suðurlands og Góði er bara hvað fyrir skaffinninga? Ég veit ekki, það er eitthvað sem risum sko. Já, ég var fyrir einhvern tíma sá ég það var eitthvað vörumerki í Svíþjóð sem hét Goodman sem var með sama logói. Þannig að þetta var eitthvað kannski einhver alþjóðleg samskipti. Það taka bara svo special þátt og við förum í en við langaði samt að ræða við ykkur þú finnst að við höfum byrjað þetta var til svona lífrænt þessu umræða bara svona 10. áratuginn og hvaðan fyrir ykkur þarna er kannski eitt af stórum málum það var Góði versus SS. Já, en ég man ekki eftir neinun sem var eitthvað Góða pilsa, I gotta have it Nei. I gots to have it og ég held að sé ekki markasetninga sem þú veist að segja þannig þetta er bara ég beiti í mig sko. SS var bara að þær væru eins. Já, þú veist, ég er mikill frílóter fer á svona hátíðir og Danni var svona mættur á fjölskyldudag vís að borða fría pulsur alveg og fara í hoppukastara 3 buff þegar hann tvítur sko. Talandi stóra páskaþáttinn þá ætla ég það kom að mig maður og var bara ég ætla að senda þér sendingu bara til að peppa strákana fyrir páskaþáttinn. Hann gaf okkur Malbik þeir gaf okkur bjór en þeir eru alltaf algjöra míslur til að láta ykkur fá eina mísl og mann. Svo er ég með eitt sopa því ég var að borða eitthvað popcorn sem var í skálina hefi salt. Hann er svo hund í heimsókn að fá mig. Ég sé bara skál og byrja að borða upp úr henni. Og það var svo salt, það var rosalega salt. Ég voru kannski að fá okkur vera svona smá kendi. Ég með og bara því þetta er páskaþátturinn. Jú, þetta er þetta góður. Herru, en við spilum strax inn í annan 90s rivalries. Það var alltaf Viking versus Gull. Já. Þá sko, það var áður en að það var eitthvað fjölbreytni í bjórúrvali það voru eiginlega bara þessi tveir eða svo menn voru náttúrulega að taka Grolls in the 90s og voru svona alls konar skrýtnir öllarar ég man bara fyrst skeitt sem ég fekk með Grolls á okkur villi og liðnir sem ég hefði meirinn sko. Ég veit það, alveg gæti lokað hann aftur maður var að fara á milli staða með hann ég er þetta aldrei pælt ég var elefantmaður það er 7,5%. Ég veit það. Maður verður alveg mölmaður. Það var á svona besta leiðin til þess að finna á sér í gamla daga. Það var bara elefant. Bara til að finna eitthvað? Já, bara komdu mér í góða heiminn. Það var bara hraðasta ferðin. Nei, ég saknaði þess ofta að hvað hluti voru einfaldir þá, sko. Náttúrulega baconbögður voru mjög hot þá. Já. Sér minnaðum í dag. Ég var ekki mikill baconböðum. Hins vegar borðaði ég snakk daginn sem hét bacon crisps með sterkur sinnumsbræði og það er besta snakk sem ég hef borðað. Okay. Bara shout out. Já, mér veist ég mikill svona í snakkinu þá er ég bara bónusmaður sko. Ég er bara þetta snakk sem þeir eru að droppa núna eru bara rosalegt sko. Það eru breyta leiknum. Hvað stjörnuskrúfur og svona? Þetta er eitthvað með sýrðum rjóma og lauk og eitthvað sétt sko. Helviti gott sko. Skrítið hvað maður sýrður rjómi og laukur maður er bara, en ég hef aldrei verið eitthvað hræri mér svolítið heimatilbúin sýrðan rjóma og lauk en ég hef aldrei verið eitthvað tekur saxar lauki smátt, hræri henni sýrðan ég hef aldrei verið þar sko. Nei, ég Frísi og Trópi
Fristi Frískjótrópi og svo var hérna hét hann Sól eða það var eitthvað sem rosa já, generic já. Brassi Brassi, já. Þið vitið samt söguna bak við okkur Brassi heitir Brassi. Okkur, Þetta er eitthvað þannig að bestu hvað tengt guðföðnum með Þetta er eitthvað þannig að bestu appisínunar eru frá Flórida. Þannig að Flóridana. Já. Síðan númer 2 er eitthvað Ísrael eða eitthvað. Og númer 3 Brasilia, Brassi. Og þetta var svona ódýrt dæmi, sko. Third rate Þetta lærði ég, þetta er eina sem ég lærði viðskiptafræði. Eina. Third rate. Já, svo var hérna UK17 og vaxtalínan. Já, það var Voru þið í vaxtalínunni? Ég man bara hvað var gaman að fá aldur til að hefja bankaviðskipti marga, ég fekk Filofax sem að vera eitthvað 14 ára eitthvað. Ég var bara krónu og króna, sko. Króni og Króna, Georg og félagar. Þetta var vel brandað. Ég það er par sem ég þekki sem er það nýst. Ég gata alltaf krónu og króna, sko. Já, það En ég var daginn, sko, eru þið mikil lánsmenn að fara í lánsið á Keflavíkurflugvelli? Nei, ég var bara lánsmenn. Í þau skipti sem ég hef við þess heiðus aðnjóðandi að fá að fara í lánsið þá er yfirleitt ykkur vinnuferðum sem verða að bjóða mér þá líður mér alltaf eins og ég sé bara í kringum hópa fólki sem er svo þútanni bara ógeðslega fegin að vera að fá eitthvað frítt og geta einhvern veginn skamta sér sjálf Skrítasta fermingaveisla sem ég farið í, sko. Og það er eitthvað bara, þú veist, ég segi þetta eitthvað svona, þetta er ekki neitt maður, mér finnst það alltaf geggja að fara að það, þú veist, ég er alltaf að hitta einhverja meistara og og mér finnst bara, ég sá, maður hittir einhvern veginn þverskurðinn af íslenskri þjóð þarna inni, en þeir þurfa að fara að hækka árgjaldi því að það eru alls konar menn komnir að inn sem ekkert að vera að það, sko. Já, það? Já, en ég meina, þetta er En þú náttúrulega ferðast mjög mikið, Danni myndi segja, ferðist eins og meðal flugfreyja. Já, kannski. Já, og hann svona kallar að vera í transit og... Ég var að koma einmitt frá Noregi, fór fyrst getið Noregs og ég ætlaði einmitt að taka söltunar vikunar. Já, í boði saltverk. Í boði saltverk sem er besta salt í heimi. Premium saltið á bransanum Og flokkur A1. Þetta er flokkur A1, þetta er bara eins og, þetta er rollsinn eins og fólk Já, segir. þetta eru appelsínur frá Flórida. Ekki vera, þú veist, kaupi kannan, það er bara bull. Og ég ætla að salta. Og hvað ertu með þetta? Sorry. Já, herru, Lava, salt. Sko þetta hérna er birch smoked salt. Þeir eru þess að alvöru deviants. Þetta er bara flögu, bara, og hérna ertu með, Lava. ertu ekki með, já, lava hérna. Þetta er góð gjöf til útlendinga sem Já, eru ég meina, þetta er að fara að heimsækja. Bara, Baldi, þetta er bara gert hérna á Íslandi. Já. Besta salt í heimi. En söltum Já, vikunar. herru, ég vil salta það, hérna, ég var svona Noregs heitir, á þess að ekki heitir svona, mér fannst það alltaf verið eitthvað frekar nördalt land og bara hafði engan áhuga að fara á það. Ég var alltaf að bíða eftir að hafa ykkur ástæð til að fara á það því að, þú veist, það er ekkert, maður er ekkert að fara í frí og bara fyrir til Noregs, skilja. Já, maður er ekkert að skella um til Skien. Það er nú... Ég kem að það maður og það er sko, ég bara var impressed. Þú varst impressed? Já, ég var Af hinn norska stíl? Sko, fyrstilega, ég fór til Ghana, við tökum það umræðu setna, bara til að Í útskýra. Afrikuþættinum sem Í Afrikuþættinum. Þá hérna, þú veist, ég man ekki hvað það kostaði að fara þangað og það var bara 1 flug og 1 flug, bara 2 flug, bara ein millending. Ok, við verðum samt að segja hvernig þú flögst. Hvað er það? London og... Hvert til Noregs? Nei. Nei, ég flög til Amsterdam, minni mig, og síðan beint til Accra. Ok. Accra. Það er best beint flug Amsterdam og Accra. En til Noregs, það þurfti að fara á fund, þannig að ég þurfti að ná þessu fundi og ég flög sko til Stockholms, síðan til Bergen, síðan til, ég tók við 3 flug og þetta kostaði, ég ætla ekki að segja hvað þetta kostaði. Já. Þetta var bara miklu dýrara heldur en að fara til Accra. Accra. Og já, en ég Þú komst til Noregs innviðinni svo geggjaði, sko. uppfullur af efasemdum. Já, bara reynda var bjórin helvíti dýr. Já. Ég sagði bara í konuna, það var eitthvað 4,2 eða eitthvað, sko. Já. Og ég borgaði þetta. Eitt bjór. Ég sagði bara, herru, ásakið, nú er ég var skell hlægjandi, ég veist það gaman, sko, að hvað það svo mikið. Og ég sagði, nú er ég frá Íslandi og þetta er í fyrsta skipti sem ég upplýði bara Ísland sé fyrir eitthvað ódýrt, sko. Og hún bara skellilega líka. Það bjórin var á 4,2. Allan á þessu flugvelli, já. Og mér var svo geðvægt, sko, er að innanlandsflugvöllurinn í Bergen var bara flottar en Leifsstöð, sko. Sko, þeir náttúrulega, þetta er fjárðarsystem sem þeir eru með og þetta eru víkur, þannig að samanber víkingar og þeir hafa þurft að stóla á flugsamgöngur bara meir en Íslendingar til þess að komast á milli þessara fjárðar svo þau þurfi ekki að keyra á alla og oft er flugferðin bara svona, sko. Bara, þú veist, það var ekki ein hóla
í malbyggjunum, ekki ein. Þannig vilja þær hafa það líka. Taka Hástandard. olíusjóðin, það er hástandard. Sko, ég á mér náttúrulega sögu í Noregi, sko. Ég fór fyrst, hafði farið nokkur sund í Noregs með foreldrum mínum í eitthvað svona, hitt einhverja samframleiðendur af bíómynd að vera hangin á hótelherbergi allan daginn og svona eins og æska mín var svolítið. Svo fer ég í vinabæðaskiptum til Skien í Noregi og hérna Vinabær Mosfellsbær. já, þetta er eitthvað svona samnorrænt arbæti stemning og við tókum á móti stelpu frá Finnlandi sem var hérna mjög skrítin, sagði lítið, hún gaf mér samt The Slim Shady LP á gestadisk 3 vikum áður en hann kom út á Íslandi því að foreldrar áttu plötubúð í Finnlandi og voru komið early edition. Já, ok. Hún sagði ekki neitt í stelpa í 2 vikur, hún föttum og vildi baka og svo Og CD eða vínil. CD. Ok. Já, hann að ég var bara Það er rosalega. þetta verið vínil en ég svona kynntist gauður sem var líki í ykkur skopparfötum eins og ég hétt Magni og var frá Skien og ég var bara, herru, á næsta ári þegar við fyrum út þá var ég gett fara að hitta Magni frá Skien og ferði til Magni og þá eru foreldrar hans, eða ekkert foreldrar hans, þá er bara allt heimil hans og þá eru það vottar í hóvar. Finnst þér þetta sniðið? Finnst bara taktir svo góð þessu. Þau eru vottar og og pappans var ökukennari en hann hjólaði í vinnuna og mann fannst þetta weird sko og í Skien og sem í raskati og á meðan allir hinir krakkarnir sem fóru út voru að upplifa eitthvað svona þú veist, wild summer eitthvað, já, við fórum bara hann niður í bæ í gær og voru bara krakkar að drekka og bara eitthvað strákar að spyrja mig og þá var ég bara að borða kvöldmat alltaf klukkan 4 daginn, það var kvöldmatur, svona heitur kvöldmatur sko skrítið og svo var nattemað klukkan 9 og svo voru ég og þessi drengur bara að horfa á MacGyver sem ég var að sjá í fyrsta skipti þannig að heyrt mikið talað um hann í Simpson og svona og mér leiti svo mikið núti, ég byrjaði að raka mig ég keypti mér rakvél og byrjaði að skafa á mér 14 ára smettið sem var eins og Basras sko. Bara til mér leittist og hugsaði bara ég verði að nýta í eitthvað uppbyggilegt sko. Það verið einhverju jail time sko. Ég veit það og á föstudöfum voru bara pönnukökur bara með sultutögur rjóma í kvöldmatt skilur, klukkan 4 og það var eitthvað regla hjá þeim og svo fór ég með þessu fólki í sumarhúsið þeirra sem var hjólhýsi stationary hjólhýsi sem búið að vera að grafa niður eitthvað staðar hann í Noregi og það nú smá eftirminnilegt því það drullufallegt í Noregi en þetta en ég fór líka til Oslo og keypti mér eitthvað Johnny Blaze peysu og var drullusáttur með þetta og var að vinna í einhverjum skemmtigarði þarna Varstu þarna bara í heilt sumar eða? Þegar ég segi frá þessu eins og ég verið þarna í hálft ár en ég var í 2 vikur eða eitthvað og þetta var mikið ævintýri svo kem ég til Noregs með hattaguna í einhverja vinnuferð að hitta einhverja samframleiðendur og svona dót og þá man ég að þú veist, ég gætt fundið náttúruvín og eitthvað svona stemning og fórum á eitthvað svona mathallir sem voru einu sinni lestastöð og var alveg bara wow, þeir eru múin að gera þetta en ég man líka eftir að hafa keypt mér bara kebab og gaurinn bara með svona ausu og bara lætur hann í bara svona 300 gram af gulum baunum bara í svona dósavögunum bara í kebabinn og þeir eiga sko ekki breyki að búið til matanna sko. Þeir bara sko, þeir setja pulsur í kaffibrúsa sko. Þú vissir það? Nei. Vissir það ekki? Nei. Normenn fara í fjallgangur og þeir taka kaffibrúsa setja 2 slöngur á nonni í heitt vatn svo þeir komur upp á toppinn þá bara í brauð og sjóðandi heitar pilsur á toppnum og þetta finnst þeim vera eitthvað það flottast sem til sko. Og svo fá þeir aftur pilsur heima kvöldi þeir elskar svona drast og eru erfið þess vegna og þeir eru líka óslega strangir með þessa áfengislaugjöf ég þekki gaur sem fór inn á bar eftir vinnu hann bara verið að fundum allan daginn fór hann á bar og sagði bara, getið mikið rauðinsglas hann var að hitta gaur hann heldur rauðinsglasið, hann tekur svona sér glerun gerur svona opnar augun og stendur barþjóðin fram hann út með þig við serverum ekki drukki fólk hann bara, ég bara nutta augun, ég bara þreytur hann bara út með þig, ég hringi á lögunum Nei, þú veist, þetta er líka svona eins og í Svíþjóð þar var ég síðast sumar og við vorum að labba með áminn gæðans býrna og við vorum bara ekkert fullir eða neitt í ruglinu við vorum bara að tala saman, að djóka hann eitthvað strákar ég veit að hljóma rastnælega, vorum með rauðinu og stað en ekkert vera að djóka en eitt í rauðinni við skulum ekkert vera að djóka, við bara horfum bara beint og þetta er svona sko það bara, þú veist, ef þið sjáðu þess að vera bara skell hlægandi þeir eru bara hlægandi fókast, skell hlægandi liðið inn að hlæja fram starfsfólki okkar og ég var bara eitthvað
þú veist, maður lúkast miklu meira dröng að reyna að vera venjulegur. Ég veit það, þá maður svo laddi bara. Já, en við ætla bara að salta, ég ætla að salta það að fólk sé að tala Noreg niður, þegar við erum nettari. Sko, Noregur ég respekta Noreg, guys. Ég respekta hann svo mikið, í alvöru, og norsk orka í dýrkana og allt þetta, en ég bara segja, já, slæma reynslu sjálfur, en ég opinn og ég með á svona einhverjum litlum bucketlista sem eru bara svona hlutir sem ég langar að gera en mun aldrei fá að gera af því að ég tók rangar ákvarðanir í lífinu, að keyra hann að norsku fyririna. Sko, og ég var í Þrándheimi mikið. Stemning þar. Geðvik fucking borg, eða bæra, hvað sem ég vil kalla það. Og þessu mikil energy að vera að tala einhverja innviði. Innviði í Noregi. Ég ætla að spyrja að hvaða leiti? Bara göngin, þeir byggja bara einhverja sundabrautir hérna bara, og hvalfæragöng bara eftir hádegi. Þetta ekkert einhver námugöng eins og fyrir vestan þegar maður að keyra og bara mætir öðrum bíl og eitthvað vesen. Það er bara allt upp á 10 þetta, skilju. En þú veist, við erum með eitthvað samt þau eru ekki með já. Við erum Wild Cowboys ég er mjög gaman að koma í þessa skandinavísku orku. Það er einhvern veginn eins og flugvellinir og ég tengilega svona segja með innviðina. Þetta er svona, það er lagt í hlutuna. En núna, eins og hlustundu þáttarins vita, þá stöndum við allir kannski á sittgórum flekanum og meðan ég og Danni eru kannski svona Evrópumegin, þá ert þú aðeins Bandaríkjamegin. En nú varstu afreks íþróttamæður sem úrlingur. Já, ég alveg ekki gengið svo langt en ok. Þeir eru svona 15 ára? Já, 15-16? Já, ég var í einhverjum úrlingalandsliðum. Já, en var ekki svona eitthvað, já strákar, nú erum við að fara til Horsens í Danmörku að spila við strákarna þar? Jú. Og varstu bara djöðnirtu umulegur af þá? Hvað, Svédnir og Danirnir og nei, það var samt alltaf öðru að spila við þá, sko, því að mér fannst þeir svona einhvern veginn, ef þú gerir eitthvað gott move í körfubolta, þá fannst mér leifa mann að fara fram hjá sér, bara svona, þetta var hella move, gjör svo vel, einhvern veginn, menn það var ekki sem kom bara braut á þeir eins og Íslendingar. Góður að viðurkenna orka. Já, góður að viðurkenna. Ég var samt alveg sterka minningu hérna. Það er gott, við erum að góður að viðurkenna. Góður að viðurkenna. Það voru að keppa á Norrlandamótinu í körfubolta. Það var verið í Danmörku og þá mátti eitt lið stýra tónlistinni hvern dag og við létum Ready to Die með B.I.G. bara rúlla. Já. Og svo erum við að fara að spila og hérna B.I.G. rúlar og það er alltaf öll þessi skits sem er á milli lagana. Já. Og það er eitthvað svona í gangi sko og það voru danski pappar alveg brjálaðir. Það er svona eina af mínu sterkustu minningum. This is not music. Já, ég ætla nú að halda með þeim þarna. Þú veist, ég væri bara á einhverjum handboltaleik og það væri bara eitthvað skitt. Bara eitthvað, you got the Wu-Tang Clan. Ég væri bara, heyrðu. Feed you. Sko, en nei, þetta er, ég hef, sko, Bergur Embi kendi mér eitt sko, að fara að hugsa endgame. Að fara að hugsa hvernig, að því gefnu að lífið sé ljúft og maður fá að lifa fram á efri ár. Hvernig ætlar að tjekka það út? Þú veist, og við mikið verið að tala bara svona, þú veist, sumir fara bara eitthvað og reka skóla í Afríku og daga þar uppi og meðan aðrir gerast einhvern veginn svona útivistamenn og bara eitthvað svona allt í einu eftir eitthvað 5 ár útivistamenn sko bara eitthvað við viljum sáldra ösku hans við uppáhaldsfjallið, eitthvað svona, þú veist, og verður að velja hvernig ætlar að tjekka þið út og eitt af þessum leiðum sem ég kynst er að menn eru mikið í svona bókmyndaheiminum og ferða okkur svona bókmyndarástöfnur og það eru svona allar þjóða kvikindi frá Norrlöndu svona kallar í þykkum frökkum sem eru gamlir sem eru bara very good author, very good, I like him very much og þeir eru bara að steinrænast og ég hugsaði að þetta gæti verið mín leið þetta gæti mögulega verið mín leið ég er mjög hrifinn af henni skandinaviska svægi sko. Já, við þurfum alltaf bara að stopna Kalmar lífveldi aftur sko. En hvað er skandinaviska svægið? Hvað er það sem einkennir það svægi? Við erum alltaf smá ruglu hérna út í raskati sko. Já, ég meina, við erum ekki í Skandinavíu, já. Nei, þú veist, mér fannst bara Skandinavíu. Við erum ekki á Skaganum. Ég á mikið af góðum vinnum í Stokkólmi. Þú veist, og þetta eru svona allt sko second generation immigrants. Þetta er frá Líbanon. Virtue signaling áver hjá Danna hérna núna. Ég á mikið erlendu vinnum. Þeir eru reyndar second generation immigrants. Ég er að hjálpa þeim. Og ég veist hvernig ég er bara berjast fyrir fólki. En sko fyrir mér að
fara heim til að geða nettugur á okkar fyrirtæki sem með eitthvað email marketing og litla skrifstofu. Þekkir bara valda mikið og frækt fólk eða? Já. Og hann eitthvað bauð mér eitthvað, hey Danny, you wanna come to the Sweden and hvað sem Algeria? Algeria. Og ég síðan beið ég eitthvað eftir honum, var eitthvað að sipa, fá mér vínlús, smá vínlús. Já. Og síðan kemur eitthvað Danny, hann samt, þú veist, eins og allir Íslendingar sem eitthvað successful, þeir að klæða sig alveg eins, þeir bara í, ég veit alveg hvað ég að tala þeir fara niður á Kjarval og sjáu hvernig þessi fólk klæða sig. Hann var bara í einhverju svona stussiból og bara eitthvað, þú veist, bara hefur svalur á því, sko. Og en samt, þú veist, ekki eitthvað að reyna eitthvað, skilju. Fór til hans, fórum í lest til hans, fórum heim til hans, áttu geggja heimili með einhverjum decks uppi, bara flott íbúð sem ég komið í, sko. Og í einhverju svona svæða sem bar niðri, bakari, þú veist, bara New York style stemming, sko. Bara lífið nice. Opna vínflösku, hann I just invested in this, you know, I want to invest in something that is not AI can't take over, sem ógeðslega góð pæling með vín. Og síðan bara förum við þarna, sippum, förum í lest á Friends Arena í Stockholmi. Og þú veist, það bara virkaði einhvern veginn fucking allt, skilur við. Og maður í einhverjum, við fórum í eitthvað Skybox, eitthvað BMW Skybox, með einhvern vonda materinnar, ég verður að viðurkenna það. En ég bara segja, mér veist þetta að vera svona skandinavíski draumur, bara hvernig við rúluðum, bara eftir og nún, skilur við, eftir með degi, sko. Já, bara... Ég var öfundsjúkur, sko. Hafandi farið með fjölskyldu mína til Kaupmannahafnar í svona 10 daga. Og við komum staði bara á móti hótelin okkar, gátum við leigt hjól á allt gengið. Og þú veist, Kári sonur minn þá var 10-11 ára bara svona eins vanur og 10-11 ára krakkar að hjóla. Fyrst við gátum settið á hjól, haft yngri börnin í svona Kristínu hjóli og það hægt að hjóla út allt og maður hljómar alltaf svo Gísli Marteinn en þú veist, og það ekki síst út af því hvernig layoutið og hvernig hugafarið einhvern veginn, það bara allir að njóta sín, menn að það taktur í Reykjavík sem hraður, þú veist, fólk að flytja þetta frá London og bara, ég bara meik ekki hvað, borgin skilur, einhvern veginn svona og þú veist, maður alltaf að skuttla og vera, þú veist, talandi að segja að ég að Spáni akkurat núna, vitið hvað ég að gera akkurat núna, ég að kaupa eitthvað opnakrana fyrir pípara sem heima á mér að setja upp baðherbergið, sko, og það tímakaup að rulla bara núna, það bara tímakaup að rulla núna, sko, og þú veist, og það allt einhvern veginn svona stressað og erfitt og mér finnst bara töluvert minna af því þarna á Skandinavíu skaganum en Finnar hins vegar, þeir eru líka Íslendingum, þeir eru ekki stressaðir, þú veist, Finni segir 45 minútna sögu það að hann var næstu búin að missa flugvél og svo then we run on the airport and but we made it on the plane þú veist, hún hefur bara sögt svona enda maður bara, við náðum flugvéli, já, merkilegt. Finnar eru með svona, ég hef þjálfað 2 finska stráka og þeir eru Körbolta Nation og líka, sko, þeir eru með hennan svona svarta húmor sem Íslendingar eru með þeir svona þetta Hugleiks Dagsson shit þetta allt svona persónubundið en nei, bara svona, þú veist, svona íslenskur íþróttahúmor, Finnarnir eru nálægt honum þannig að þeir áttu mjög auðvelt með aðlagast svona öllu því. Herðu, bara Talum samt íslenska taktin. Já, ég ætlaði bara að óska ykkur til hamingju með, við erum búin að fá ótrúlega hlustun á þessu þætti. Við ætlum að byrja að ræða það, en það fínt að nota þennan tíma. Það bara búið að vera cirka 3.000 skingur sem hlusta á hvern þátt og mikið gleði með það. Greinilegt að þessi pása hljómsdurinnar hefur skapað mikla eftirvæntingu á markaði. Vorum hún viðhaldist. Talandi hennan íslenska takt og hraðan í honum, þá náttúrulega komið að bíl vikunar. Bíl vikunar. Fyrir íslenska hraðan og fyrir íslenska stressið þarftu bíl sem durable. Síðast var það Build Your Dreams bíl. Já, og við ætlum að bregða okkur frá Kína til Kóreu núna. Og Maggi Nója náttúrulega, þið farið til hans ef ykkur vantar bíl. Faðir Paranoia. Og þetta er bíl sem reykja ykkur upp á höfða. Faðir Paranoia. Faðir Nója. Herru, kíkjum á þetta. Boom. Boom, ok. Það náttúrulega Kia EVA 6
GT-line. Ég veit svolítið þetta GT-line, ég myndi giska á það að það meðal annars þýði að þú sérð sko hraðan í rúðum Já. þegar þú ert þarna. Skemmtilegt. All-wheel drive, 522 km dragnar, alvöru dragna á þetta, getur farið til Akureyrar og semmi aftur Það er bara að fæta fyrir til Húsaugur. Þú getur Grenivík. Kert til Húsaugur á þessu dýri á einnig hlæðslu og skilið hann eftir Í Þingaðsveit. ekki málið. Nýtt ökutæki. Þetta er nýtt ökutæki, sjálfskipt, rafmagn, shit hvernig ég held að beinskiptur rafmagnsbíl væri erfiður maður. Komin í gammal, shit. Nýskráðum, þetta er 7 ára ábyrgð, þetta er hérna... 7 ára ábyrgð þýðir að Maggi Paranoia, hann garanterar 7 ár að þessi bíl gleði þig. Ábyrgð, við lendum í því að við höfum Audi e-tron. Ábyrgðin kikkaði inn. Það fór einhver skynjar eða eitthvað í honum sem var alveg hefi í vesen að gera við. Og það voru 2 mánuðir eftir ábyrgðinni. Ég hef alltaf bara hort á þessu ábyrgð og verið eitthvað, þú veist, nýjir bílar, hvað mun gerast. En þessi ábyrgð er alveg, það er alveg, it's a thing. Sama Passerati minn er reyndar í smá frí, leiði ég var að tala um Passerati. Er hann hjá tannlækni? Spjaldhúsið fór í honum. En allar, ég fekk líka einhvern nýja rafluðu, þetta er svona cool story bro. Nýja rafluðu ábyrgð. En Nójan, þið vitið hvernig... Bílvíkur allt. Vitið hvernig talið við Kia, þetta eru solid bílar, ég votta það sjálfur, ég er á Kia Eva 5, þetta er Eva 6. Ég á mjög gott samband við Kiu. Þannig málum vexti að faðir minn heitinn og við stundum það að fara á bílasölur mikið, það var svona okkar dægrastytting. Og pabbi var mjög hvattvís maður og hún fannst gaman að kaupa bíla. Einu sinni þá fóru til Húsaugur einmitt, þar sem að mamma á mikil tengsl og var í sveiti í Þingasveitinni og pappa leiddist mjög mikið þegar hann var þarna. Þannig að hann endaði á að selja bílinn af mömmu og kaupa bleikar Mitsubishi Lancer sem við keyrðum á heim, sem var ekki vinsælt. En við vorum sem sagt 1999, þegar ég er 14-15 ára. Hátindur skopparatískunar á Íslandi. Hátindur skopparatískunar. Þú verið í hockeytreyju þarna og Maurice Malone buxum og Tim Boots. Já, og Nelly Hansen vesti. Og þar keyrum við og sjáum Kia Clarus. Við vissum ekki hvað það var. Við höfum aldrei séð Kia áður. Og ég svona segi við pappa, þetta er eitthvað nýr bíl, eitthvað svona. Pappi elska ekkert eins og góðan díl. Og þarna fannst okkur við verið að fá mikið fyrir peningin. Ég setti upp í átum Subaru 1800 Station. Bíl sem við settum upp í, borguðum eitthvað smá, ég setti upp dílinn og við keyptum bílinn. Ég bara laði þetta allt upp, pabbi treysti drengnum sínum og við áttum Kia Clarus. Þetta er svaka. Í nokkur ár og ég svona stalst til að keyra hann til hann var sjálfskiptur, þarna bara í innkeyslunni og naut þess. Voru þið byrjar að fikta í bílum áður? Þið voru svolítið í sveit. Sko, núna fer að koma því að drengurinn fái æfingarakstur. Þú ætla ekki að segja neitt. Og ég skal bara segja þér allt. Þegar ég fekk æfingarakstur, þá mátti ég bara keyra djús bíl og það var Kia Sportage. Já, ok. Og og ég var að skrölda á þessum bíl, bara niður í Mosó, bara með einhverja vini mín í honum og fara í sjoppuna og eitthvað svona, bara í ár áður en ég fekk prófið, sko. En ég mátti bara vera inn á Mosbæjar, sko. Já, þú varst bara með leyfi. Já. Ég bara var alltaf á þessum bíl og einu sinni fór ég upp í Skálafell og bakkaði fram að ykkur og sem í festan og þá var ég aðeins skammaður. En hvað varst að gera hérna? Ég er bara aðeins að rúta og hérna. En Danni í gráinu, varstu eitthvað að fara að fá að keyra áður en að Pappi var náttúrulega mikið að kaupa bíli í sölu varnarli sitt. Já. Þannig að það var alltaf einhver... Það var amerískt flavor. Við vorum mikið þar líka. Sérulegt Malibu og svona rosalegi bílar, sko. Ég var náttúrulega ekki góður að keyra, ég hef alveg sagt það, sko. En þessi maður er með meira próf í dag. Já, meira próf. Þú ert með meira próf? Já. Ég er meira próf. Hvað máttu keyra stóra? Ég má keyra einhverja rútum maður. Já, ok. Þannig að ef við ætlum að hafa live show einhvern veginn sem er hugmynd, þá skal ég keyra rútuna. Hann var að byrja að þjálfa fótboltalið og það er ekki að hendum á mér. Það er reynda frábært að vita þetta upp á þjálfurinn af mér. Samtíðar, það var geggjað á Dan eitthvað, það sagði stóra. Í keppnisfjörðum, bara á krókin, sældringir. Það væri geggjað. Já. Ég væri svo eins og hérna busdræfurinn í Simpson, hann að Otto með hann En já, þetta er hérna skemmtilegt, en bara að fara eitthvað Nójunar og kaupið þetta salt. Kaupið saltið, Malbygg. Já, og svo erum við með besta handelsbrú á Íslandi. Svo því við erum að tala um styrktaraðila. Two Guys. Tveir menn. Sem kom inn síðast. Stinnir. Það voru 5.
Nú eru þið 2. Hjalti Vignis, okkar maður. Þú fórst nú og chillaði með honum Big Noit og DJ LAS og sko, ég kíkti á það. Ég held að vera í gæra fyrir dag. Það hugsaði, ég var eitthvað á Instagram. Aðtók hvort þessi ennþá að follow ykkur. Já. Því að þú veist, Noit og LAS, þeir followuðu ykkur. Já. Og ég hugsaði aðtók hvort þeir farið svo unfollow ykkur. Akkur varst að aðtók það? Ég veit ekki, ég hugsaði bara allir séu nöðrur. Og þeir eru ennþá að followa og Noitarinn að followa Hjalta Vignis. Já, Noitarinn Já, Noitarinn Ég kalla það Fúli. Vill hafa kæristu í hverju höfn. En sem sagt, Two Guys hafa verið valdir best burger í Reykjavík 23, 24, 25 og 26. Pælum að sér því. Ég meina Stráka, það flokkur 1 daginn. Það er bara þannig, þetta er stöndum fyrirtæki og svo sko Hjalti, ég er nú svona búin að vera pínu afhuga samfélagsmiðlum. Akkurru? Þú veist, ég einhvern veginn bara lokkaði mig út af þeim fyrir einhverju síðan. Þú ert að fara í frambóð, kallar. Já, ég veit, ég er að segja, nú er ég að koma aftur og þá er ég að komast að því að Hjalti og sonur hans eru svona smá TikTok-hetjur. Hann er TikTok-reikningin af Two Guys er mjög vinsæll. Já. Þeir eru með eitthvað að sögja þessi varnar að vinna í húsasmiðinu og eitthvað. Það er margt í gangi þarna, sko. En þetta er almennilegt. Ég vildi að ræða við ykkur, taka umræðu, við reynum alltaf að taka umræðu kringum sponsorinn okkar. Þeir voru með eitthvað shoppaborgara daginn. Ég veit ekki hvort sé ennþá, en þeir voru allar að Two Guys. Já, Two Guys, það var kannski borgari mánaðarins, en það langaði mér að tala sjoppur. Sko, þetta er svona... Er það útdautt? Er sjoppur, er það útdautt? Veibúðin, náttúrulega núna erum við komið með svona, þú veist, mér langar að kalla það eitt hlut, ég ætla ekki að gera það, en svona, þú veist, það er ákveðin svona, það er komin svona svolítið þétt net af svona búðum með svolítið svona miðausturlenskt vibe í hérna, niður í miðbæ allavega, sem er bara hið allra besta mál og hérna, en sjoppan, þú veist, stóra sjoppan í lífi mínu er Snæland Video Moso, hún er ennþá, hún er orðin að einhverjum sem í matsölustað, hálfveibúð, þú veist, þar sem vídeolegu hillurnar voru áður er bara búið að setja borð og stóla svona, þú veist, það er búið að gelda þessa starfsemi svolítið. Fyrst með að taka vídeolegan var vídeolegan og það er bara önnur umræðan að þáttur. Það er bara það eru Kodak framkvöllunarstofur okkar tíma. Það er það. Sko, þetta er hins vegar, sko, ég man eftir hvað var samt gaman að fara út á land, af því þá var maður að fara í þessar real vegashoppur, sko, og hérna, þú veist, og Hyrnan in the 90s Beast, sko. Staðaskáli. Nei, ég ætla að segja, Amma Nójunar átti Staðaskála, já. Magga Nóju, tenging. Og þarna sjáum við ef það eigi fyrirtæki þá myndi Anni finna leiðir til að tengja. Svona er lærðan í viðskiptafræði. Ég man sko, þegar ég bjó í Seljakörunni í Brjáldi, þá var sem sagt þegar sjoppan var at an all time high, þá var byggingarna og það voru 4 sjoppur svona beint og óbeint í þessu. Það var vídeolega sjoppa, það var minni sjoppa, það var vídeolega uppi og sjoppa og sér var, þú veist, kjöt og fiskur sem var svona bara kjörbúð, mjög flott búð bæði og inn í henni var sjoppa, þannig að tæknilega voru 4 sjoppur. Hvar? Í Seljabraut. En fólk var að fara að kaupa réttur, taka 10 raðir í lottónu, gleðja börnin, baconbúður á línuna, einhvern veginn. Þetta var satt sko málega, þetta er svona... Ein pulsa með og býður, einhvern veginn. Ég held að þetta sé sem maður alltaf hugsa eitthvað nostalgíu og svona, og maður hugsar, þú veist, vá, hvað var næs að fara út á vídeolegu, sem var, en þú veist, þú getur ekki farið tilbaki í þennan tíma, bara aldrei. Og þú veist, það myndi, ef að vídeolega myndi opna eitthvað aftur, það myndi bara, veist, og það væri eitthvað grundulega fyrir því, þá myndir þú samt bara búin að læra að fara á Netflix, það bara ferða á grein, skilur. Sami sjoppuna er að, þú veist, þetta er eitthvað bara you had to fucking be there moment, sko. En þetta er samt sem áður eitthvað sem ættum að skilgreina sem missi í samfélaginu okkar, að því að, sko, hér á Íslandi er erfitt veður, þannig að við höfum ekki sömu, kannski svona, torga menningu og við höfum í öðrum löndum, meiri segja í Noregi, sko. Að fólk komi saman á torgi, einhvern veginn, að það séu margir þjónustustæðir við torg og það er pósthúsi líka, einhvern veginn, og fólk hittist.
almenningssamgöngur eru ekki það mikið nýttar hérna, þar hittir annað fólk og sér það, við erum með sundstæðina og við vorum líka með sundstæðina, en sjoppan var eitt af þessum stöðum þar sem þú hittir fólk og nei, hvað þú gerir? Já, ég var nú með eina mynd pantaði hérna og var að koma inn og nokkuð spenntur fyrir henni, þetta er myndin Double Impact þar sem Jean-Claude Van Damme leikur tvíbura sem týndist, þú veist, menn voru þar sko. Svo fór ég eina gamla í kaupæti. Engu humul í kaupæti. Ég heyrði mitt brandara af maður sagði mér sko, hann sagði sko herru, datinglífið mitt þess að dana, þetta er bara svo vídeolegin í gamla daga, ein ný og ein gömul sko, þetta sagði mér. En sko Ég ætla að ná í meiri bjór, ég ætla að Ég ætla ekki að drakka meiri bjór. Og ég kemur samt með það. Ég er að fara að kaupa krana, mástu. Já, en ég sagði sjoppur, þær Hvaða sjoppa skilgrindið í Kjartan? sko, Sæjóví Salgerðars og Vídeóhöllin á Garðtorgi. Sko mínar út í þú nefndir Snæland í Mosó, við náttúrulega vorum eitthvað aðeins þarna á bæjarins bestu early days. Já. Og Það var ennþá líf í tuskunum. það var líf í tuskunum og svo er það bara svona early steindasketsar. Það var einhverjir sem voru teknir þar inni. Þeir voru teknir bæði þannig inni og í bónusvídeó. Já, það var í bónusvídeó. Líka. Var meira í bónusvídeó. Sem bara hún komaði síðar ekki áhrif að minni sjoppa. Ég vann þar líka einsni, fekk aðeins að kynnast þessum intrekasís bak við tjöldin. Besta saga mín er að einsni kom Pía sem var smá sæt og lögði 10 myndir sem var sjálfgeft að fólk sé að lega 10 spólur og ég sé hún á sama afmælisdag og ég árið eftir, við erum sama afmælisdag og hún segir, gaman og ég bara, njóttu þessara 10 bíómynda síðan náttúrulega hefðbundi leigutími í leiðin hann þessi 2 daga en ég vissi að þetta voru 10 bíómyndir og hún var kannski undirbúið en ég ákvað að vera ekkert að trufla hana fyrir eftir svona 4 ringi, slökti símanum kemur stelpa sem ég þekki hana ég bara, veistu hvað hún er? Hún bara, já, flutti Spánar með 10 spólur. Hvaða myndir voru það, manstu það? Þetta var svona Rush Hour 2 tímabilið sko, sem var mikið gleði. Nei, sjoppur spiluðu stóran hlut í lífinu og svo voru svo sjoppur út á landi eins og Hyrnan, Staðaskáli, Hreðavaskáli þegar hann var og hétt. Já, hvað heitir? Bifröst. Það er rétt, já, áður kemur á okkur er það stóli allt í núna með maður. Áður kemur á krókin, byrja vaff. Varmahlíð, þar ertu ennþá að sjoppa sko, því norðar sem hún ferð því meira ertu að fara inn í old school shoppakultúr. Já, en það er samt Varmahlíð orðin svona, það er ekkert langt fyrir að stoppa það er túristamiðstöð. Já, svolítið og það er einhver maturverslur inn af og okkur svona. Sjoppu menningin og Akureyri, það er eitthvað sem heitir Gellunesti. Nei, sko, þú ert Danny, you got it all mixed up. Það eru Leirunesti sem hana og svo það sem þú kemur inn í bæinn sem ég man ekki hvað heitir Aginn, já. Og off menu á þessum stöðum getur fengið rétt sem heitir gelgjufæði og það er pilsubrauð með frönskum og koktelsósum og bræddum ost. Það er ekki sem þú myndir panta Þetta er græmmetisættur specialin. Ég komist að því, allir segist þetta er græmmetisættur. Eina sem ég gera er að geta pizzamargarítu og franskar. Já, það er algjörlega. Þetta er svona kallað Gellunesti. Súsjoppa. Það voru einhverja gellur að vinna þetta bara 92 sko. En erum við ekki að horfa á það hafi komið einhver bestun á þetta, þú veist að einhver starðarhagkvæmni og okkar því, ég hugsa eins og Salgerðars og Vídeóhöllin, þú gast keypt pulsur, hambúrgara, langlokur, samlokur og ís og bara hraðar yfir shaka fullt af nammi sundum kúlur í borðinu líka fyrir þína vandlandi og þú veist að þú gast á langlokuna gastu fengið þú veist 7 mismunandi bragðtegundir þetta er viðamikill matsill það er örugglega búið að ná einhvern veginn besta og þess vegna er þetta komið í einhverja keðjur er það ekki? Sko ég skal bara þú veist ég man bara eftir því að þegar þú varst með vídeolegu og veitingasölu ég man bara svona í 9. og 10. bekk þá var maður að skrópa í skólanum og fara og kaupa sér súpudós og pulsu og á 190 kall hækkaði við 220 þú veist, við erum að tala um þetta það er sem við séum að tala bara um gömlu krónuna sko. og þú veist og það kaupa sér lítið skammt af frönskum þú veist, það var gefins, þeir voru bara leysað út með henni þannig, bara hann að við ég man samt eftir að fólki sem átti sjoppuna kerðum á landkrúseður og fór í löng frí til útlanda þú veist, þetta var góðu business þannig sko. En það er náttúrulega bara shout out til N1 þeir hafa náttúrulega strömlínulega þetta, núna allstæðar svo kemur þá ertu, þú veist, það næsta sem við komumst held ég, McDonald's eða svona alvöru kapitalískri strömlínulegri neglu Erastur ennett stöður út á landi sama úrval allstaðar, bing bong, jættu skít
hambúrgurar franskar og þú veist, og þeirra pimpin þeir eru með djúpsinn að kjúla það líka Já, menn þeir eru með, út af því ég er mikið stoppað á, í staðaskóla, þeir eru með, Þannig þetta er súröl kjötsúpu. Sár eil Já, en ég veit bara Hver var þín sjoppa samt þannig? Þetta var þessi Ormurinn langi Síðan alltaf þegar ég fluttum ykkur á Rímakari Það var Ormurinn langi Ormur ráðgjafi Ormur ráðgjafi Og það var sjoppa sem var pínlítil En þú veist, það var óslega fyndið að þú kemur inn í Rímakari Ég kom inn þegar Rímakari var hot Það var bara gerðið bara innslag í frettjum bara Rímakari, ríkir óöldar þar skilur Og ég reyndi að kom, þá var þetta svona Þetta niður, sko, þessi óöld En það var sjoppa sem heit Ormur ráðgjafi Og sem er geðveikt fucking nafn Er það ekki úr það er úr Erilborg Jú. Og þar voru bara gaurar sem voru hangað þarna og það var svona lingó í Rímakari sem var svona geð ekki skór eitthvað segðu bara geð ekki skór eitthvað og þú vissir aldrei hvort þið voru að dissa þig eða fannst það geðveiki skór geð ekki hú eitthvað, alltaf eitthvað tilbaka það var bara svona Ríma lingó í þessari sjoppu bara gaurar, henguðu þetta alltaf daginn bara kom, geð klipping eitthvað Ég maður, fólk var að hanga inni panta landa bak við sjoppuna þar kom hann, púlaði hann upp á okkur amerískum bíl, þú hljófst út opnaði skottið með tókst kannski hálfan skilur það því að ætlar að taka líka daginn eftir inn í búð sko, nú hljómar eins og ég sé miklu eldri en ég en það var endur koma sínalkóðarna sko, sem var í plastflöskum menn voru mikið að taka það hendinum súrum, 2 súrum úti kannski, þá varstu komið með það sem ég kýsa að kalla the proprietary blend og ég meina svo var bara ímyndunarfyllir í hérna og svona ástir og örlög ungmenna og þið munið hvernig er að vera í 10. bekk það var einhvern veginn, allt var upp á líf og döð þú helst alltaf og væri bara shit, það kom einhverju gaurar og grái að berja okkur kom bara einhverju bólugrann gaur hérna maður ekki að fuck, hann er morðingi Ég var að hugsa, þú varst að segja þetta Við þurfum eiginlega að bring ímyndunarfyllir í bekk Við þurfum að fara eitthvað bar og segja bara fólk að voru ímyndunarfyllir hérna inni sko. Fullari fólk Ímyndunarfyllir í, engin þinga en tilfinningin er raunveruleg enginn á ímyndunarfyllir er eitthvað ok, hvað myndi fullir maður gera núna hei, kragar, þú ert bara þetta er eins og að vera í svona hardcore leiklist þú ert bara stígin inn í ástandið skilur, og þú ert þar, þú tekur rángar ákvarðanir á ímyndunarfyllir, þú er bara hérna, en berja eitthvað á ímyndunarfyllir já, það menn hafa farið á ímyndunarfyllir og verið rótaðir sko, og hérna það hef ég gert sko ég ætla að segja mín börn bara ímynda ykkur að þessi full og það er nóg og dett inn í stemninguna og það er nóg og þá getið bara hristið þetta af hverju leiðinni heim og engi stælar sko ég og Steindir alltaf skrifum einu sinni vorum við að fara að gefa út bók sem hérna Book of Unglings Hver var þetta? The Book of Unglings, þetta er fyrir nokkrum árum og við byrjuðum að skrifa kaflan og þeir voru svo fucking finnir og þetta átti bara að vera byggt á okkur einhvern veginn og þetta var bara leiðavísir fyrir ungmenni að lifa af unglingsárin og við vorum að tala mikið fyrstu ástina og eitthvað svona og svo var bara kafli sem þetta ímyndunarfyllir í og ég man við skiluðumstu til ykkur útgáf og þau voru bara eitthvað strákar, við áttum okkur líki er þetta bók fyrir unglinga? og við gefum þetta bara út sjálfur gerum svo aldrei neitt sko en Book of Unglings lifir sko Þetta þarf að koma út Já, við þurfum að gefa þetta út bara Við þurfum að gefa þetta út bókaútgáfa Ég heyrði talað ímyndunarfyllir og fyllir í Ég heyrði svona lýsing á Ölstofunni Þá heyrði ég sérst að Ölstofan og heyrði svona berghæn fyrir fólk sem elskar að rífast og vera full og röfla Þannig að þú hefur komin á Ölstofuna Þetta er bara einhvern gamlir blaðamenn maður Já, er þetta sem var frá Vegamót Hvernig er það? Smakkar áfengi núna? Nei, sko, ég tók aldrei eina ákvörðun samt að hætta því Nei En ég bara hef ekki gert það Það er eins og með minni og ég er að viljandi að kafa ekki onni þessar minningar að þú hafi svona drukkið svolítið svo kona sko orðið svona emotional og hérna svona á sínum tíma sko. Það getur alveg verið Ég fannst ég alltaf mjög skemmtilegur Aldrei leiðilegur, ég er ekki að segja það en svona, þú veist Við tókum nú nokkra rispu saman Ég hætti þessu bara eiginlega einhvern veginn þróaðist þannig og núna er þetta bara ég er alltaf að gera eitthvað helgar alltaf eitthvað að þjálfa eða eitthvað stúsast þannig. En myndirðu drekka vinglas ef ykkur sagði þér að vera merkilegt? Nei. Ekki? Nei. Merkilegt? Já. Nei.
En ég skal smakka náttúruvíni, Dóri. Ef það gerir eitthvað fyrir þig. Ef það gerir eitthvað fyrir mig. Það gerir náttúrulega ekkert fyrir mig. En ok, Kjartan, nú skal ég bara segja Er ég að fara eitthvað annað intervention hérna? Það er ekki intervention, ég ætla bara að segja þér. Það sem er merkilegt við vín, Já. fyrir utan það er ósnert af gervigreind og verður ósnert af gervigreind, Er það samt? er að vín er menningaleg vara. Þetta er hlutur úr menningunni sem verður til á krossgötum vísinda, lista og sögu. Þarna mætast þessi þrír hlutir Og náttúru. að sjálfsögðu einmitt, þetta gerist á þessum krossgötum og þar að leiðandi er þetta svo merkilegt þetta er svo merkilegt og munurinn á þessu og þetta hefur gert í mörg þúsund ár og núna ef það er eitthvað tilgangur í þessum þáttum þetta hjá mér er það að samhliða ástin á Bandaríkjunum er að rækta upp sál og ást á landbúnaði sem er það sem vín er og hann ef eitthvað myndi segja þig hei þetta vín hérna kostar 500.000 flaska þú smakað það? Nei, ég heldur sé ónæmi fyrir því sko, en ef það var eitthvað svona einhver saga á bakvið þetta þá var maður kannski líklegri. En ef sagan er þessi flaska kostar 500.000 eða þetta var eitthvað svona þetta er hérna bruggað einhverjum riddurum eitthvað svoleiðis Strákar ég þarf að vera með einhverjar blind prófanir hérna sko. Ok, ég er einn í þessu, það er allt í lagi Ég er með þér Ég var ekkert með þessum svíja vinum mínum maður, við vorum á Berns, Ópera Kjellaren og þar var eitthvað vínkjallari og við vorum eitthvað að halda okkur víni sem var, þú veist brúðkaupinu og Díönu prinsessu og Karl og þetta var eitthvað allt í ryggi og bara geggjað sko en, þú veist, þetta er stemmt, þú veist Móla, ég teki eftir því að alkohólneysla hjá, með aldrinum þetta verður alltaf eitthvað svona leik eða meira svona snýst söguna, þú veist, ef ég myndi segja þig, herru, ég ætla að fara eftir vinnu með 10 görum og þú maður að drekka 10 bjóra á dönsingrunni þú er bara eitthvað, Danni ég veit ekki með þetta og djús aumingi er hann og eitthvað, en ef ég myndi segja þig, herru, ég er með mjög gott vín, ég ætla að drekka Já, og það er einhver ostabakki og einhver svona skinkur og við erum í næs húsi með ilmkertum sem kostar 10 skall stykkið þá er þetta bara, Danni maður, djöfull er það flottur Ég veit það en þetta er sami hluturinn nema þetta er bara í hvað umbúðum þetta er Sko drengir bruggaðar rittarum ég svona förum að því þú varst að segast að vera hjá sem mann í Svíþjóð og ég er að reyna að loka hringnum mína byrjuðum að tala um Skandinavíu ég þekki gaur sem heitir Sverrir Guðnason og hann er íslenskur nema hann er mjög frægur leikari í Svíþjóð og svona yfirleitt eins og er með svona eitthvað Ólaf Elíasson eða Bjarna Geimfara eða eitthvað, hann er íslendingur þá eru þeir ekki íslendingar og eru bara eitthvað já, mamma baka pönnukaka eitthvað hérna, þú veist, og maður er bara eitthvað herra, ok, þetta er ekki máli já, það er þannig, sko, það er þannig og hérna en svo hitti ég Sverri og hann er bara fucking íslenskur, sko þú veist, hann er bara, ja, þetta er alveg á grensunni við að vera, þú veist, hann flyttur inn á 12 ára og fórhund hans flytja aftur til Íslands en hann er áfram úti, hann var alltaf í sambandi við þau á íslensku og hefur kent börnunum sínum íslensku en ég verð að segja þú veist, og ég sá bara á Instagram eða svo ég sá bara eitthvað skilabóð, ég bara, hvað er þetta? Og þú veist, það var bara eitthvað pía sem var bara svona fitness model, skilur, eitthvað áhrifavaldur skilur, bara svona one piece of ace skilur, bara svona internationally skilur, og saman hvað mönn finn og hún var bara svona eitthvað, ég sorti på klubben og ég tror det var ögonkontakt, þú veist, og hann eitthvað bara, þú veist, 45 ára og bara í metallikapeysu, skilur, og eitthvað svona og ég held að íslenski leikarar fái ekki þetta á Íslandi, sko. Þú veist, það er ákveðin goggunarröð, það er ákveðið samfélag sem þeir hafa sett sér hann upp á Norrlöndum hvað sé eðlilegt sem ég held að við höfum mistað hérna, sko.
Hvað ertu að tala með? Sé ekki með eitthvað svona Ég er bara að tala það, ef þú ert fræguleikari í bara Svíþjóð, þá ertu vægilista bara og menningar. fræguleikari, þá bara áttu fallegan bíl og þá eru konur skotnar í þér og lífið er gott og þú þarft að hafa bara, þú einu áhyggjum er hvort að vera búið að tengja PlayStation-töluna þegar þú kemur inn á hótelherbergið eða ekki, skilur. Á meðan á Íslandi þá ef þú sér sitt leikar og hugsaður bara ok, er það ekki brekka? Já, það bara hérna Er eitthvað að gæta líka á okkur? Þeirra gæta það eru einhverjum barnaskemmtun í kringlunni og eru á sunnudögum bara Góð er alltaf góður, þú getur á það alveg bara kom með byssuna í baki að syngja þetta, skilur við Ég man bara þegar maður sá Siggu Beinteins Pík Siggu Beinteins að syngja í kringlunni eða Smáralind í gamla daga, skilur við þá var maður bara, ok, þetta er að vera frægur á Íslandi Já, það er að vera hér reyndar svona stærstu minningar mínar af ykkur svona stóru að gerast í skemmtibransanum á Íslandi er bara svona eitt lag enn það er það stærsta minning minn, það var bara það stærsta ég bara shit, eitt lag enn, þetta er negla fyrsta lagi, þetta er hittari, það er allt geðt, þau eru bara dansandi og syngjandi þau eru ung og fersk, einhvern veginn samt fannst mér miklu, svo gömul einhvern veginn hana Sigga Beinteins er geðt nafn og performance Sigga Beinteins Sigga Beinteins Hvað hver er stærsti leikar í Íslandi? Hver er svona, ef þú tekur ekki bara þú veist, það sem virtastur er líka bara svona ef þú tekur bara economics í það, skilur hver er númer 1? Án þess að alltaf vera að seilast hún inn á heimabankanni hjá fólki Ingvar er fær international acclaim þú getur mætt með bíómynd á fjármögnarfundi í Noregi og þú segir Ingvar sé leika hlutverki og fólk eru spennt að því sögðu þá var það bara tilkynnt í Variety á dögunum að þú veist Hera Hilmar sé að fara að leika leika í Kennedy-seríunni sænsku ástkonu Kennedy sem var svo að vera njósnari og það er stórt hún er eini íslenski leikarin sem hefur verið aðalhlutverk í A-list bíómynd Mortal Engine En myndur þú segja að Ingvar væri stærri á Íslandi? Á Íslandi, já en svo er einn maður einn kragamaður hann sem við erum ekki að nefna sem er Jóhannes Haukur sem er komin með ansið þægilegan feril skilur við og vinnur miklu meira erlendi sem hann gerir á Íslandi núna Ert þú að pæla í útlönd eða Ísland eða Bara þú veist bara hver maður, leggst hérna á kottan á kvöldin og segir bara og er leikari, skilur, og þarf ekki að fara ágjör á neinu nema hvort hann ætla að vinna í garðinu með að fara snemma í gymmið á morgun, skilur. Það er hérna Ólafur Darri líka Ólafur Darri er slugger he a real slugger Mér fannst hann geggjaður í True Detective Your soul is corrosive like acid I see the edges of your soul in your eyes boy Svo til dæmis er ein sem var með mér hjá sem heitir Salome og Salome hefur bara Það varst þessum að chilla með okkur Nei, ekki Salome Þorkelsdóttir er yngri hún hefur bara verið að leika í eiginlega bara erlendum sjónvarpsþáttum undanfarin 10 ár og kannski aldrei það stórt hlutverk að hún sé framan á tímarindi en ég held að hún hefði átt mjög farsælan feril sem leikari svo náttúrulega er bara lið sem leikur í leikhúsunum minna og hefur alltaf verið hress og ferskt en þetta er kannski umræð fyrir næsta þátt þegar við ætlum að tala um næst bestu nöfnin í íslensku skemmtibrasa en ég sé bara að við erum komin í 53 mínútur ég er með píparan on my ace Herru, minnum á Saltverk, minnum á Malbygg Two Guys, Bílasalar Reykjavíkur Malbygg Páskandi, hvað ætlaði að gera um páskana? Bara mjög rólegt og þægilegt Ég er mjög rólegur og þægilegur en svo er ég að fara erlendis á sundaginn sem tengist líka næsta þetta okkar einhvern veginn, hvernig við leysum það ég er að fara með stenda og kamerukrúi Ok, hvert til að fara? Það er verið að gera sem sagt aðra þáttaröðu var einni stjörn Já, og við erum að fara í fyrsta allt fær season 2 sem er Ibiza Það er þetta geðvægt, þetta var, ég hló mikið Það með er spurning hvort við ringjum bara í þig Minn þáttu Við finnum út úr þessu hvort við tökum upp á laugardaginn eða eitthvað Minn þáttu var Holland Já það ekki? Jó. Það var besti þáttur Það var þegar Það voru leit út þessu yngjart með, með klossana Ég þarna man þess að ferðið með Steinda þegar við vorum að fara tvítugur út skilur Já. Steindi höfði spúið með peningana bara áður að koma upp á hótel Það átti ykkur 39 skall og það var allt farið ykkur að grímu og mussu Það var enga kamerur á þú veist það Það var bara real Það var stund bara real life sko Já. Það er ekki bara það fyrir okkur Þökkum gleðilega kærlega fyrir okkur. páska, takk